Arna Klausen heiti ég og hér hjá mér í sófan sest hún Vilborg Oddsdóttir, félagsráðgjafi hjá Hjálparstarfi kirkjunnar. Velkomin. Já, og takk fyrir að bjóða mér. Já, það ýmislegt í gangi í desember hjá ykkur. Getur fyrst kannski bara sagt okkur, hvað Hjálparstarf? Já, Hjálparstarf kirkjunnar svona sjálfseignarstofnun innan þjóðkirkjunnar. Já. Og sem biskup svona verndari starfsins. Og ég ætla ekki að fara í sögulega skýringar með Hjálparstarfið, en það sem skiptist í erlendis og innanlandsstarf. Einmitt. Og ég get sagt þér svo innanlandsstarfinu. Og ég búin að vera hjá Hjálparstarfinu ég veit ekki nákvæmlega hvað mörg ár, það sé ekki að verða eitthvað svona 14-15 ár sem ég byrjaði þar. En ég gengi í gegnum, sem maður segir, lægðir og hægðir bara, með hrun og annað slíkt. Þannig að Hjálparstarfi innanlands að aðstofa fólk sem býr við kröpp kjör, fátækt, veikindi allt land. Já. Við störfum allt land. Já, þetta kannski, það margir sem hafa það gott í lífinu og veita kannski ekki einu svona af því hversu margir það á Íslandi sem að þurfa að hjálpa og halda og þetta er stór hópur. Já, það náttúrulega alltaf einhverjir verið sem búið fátækt. Já. Og kannski það hefur verið umræðan hefur verið kannski alltaf mest í desember. Þegar fólk mest til í að bæði fjölmiðlar og bara almenningur og fyrirtæki að hlusta á og viðurkenna kannski rétti fátækt í desember. En það kannski, eins og sagt það 1,3% þjóðurinn sem býr við sárafátækt, sem þá býr við mjög kröpp kjör, sem það kannski 4.000 manns. Kannski 7.000 mann sem búa það svona sem við segjum við fátækt. Já. En sem betur fyrir það ekki alltaf sami hópurinn. Þó það sé hópur sem situr alveg eftir og hefur verið til dæmis meira og minna öll ár sem ég er búin að vinna hjá Hjálparstarfi kirkjunnar. En stærsti hópurinn kemur á þér. Það kannski komið tímabil í lífinu þar sem þú býrð við mjög kröpp kjör og svo ertu að vinna þig út úr því og ertu ekki lengur í það aðstöðu. Eru margir sem að starfa í þessu innlenda Hjálparstarfi? Við erum 2 félagsráðgjafar hjá Hjálparstarfinu og svo aðrir á skrifstofunni líka til dæmis í desember, þá meira að minna undirlagt undir þetta. Og svo erum við svo heppin að hafa bara hópa frábæra sjálfboðaliða. Allt árið kring koma til okkar 2 daga í viku og aðstoða okkur þegar við erum að gefa föt. Og þannig að flokka þau og gera fínt. En í desember þá erum við með bara, þetta örugglega svona 30-40 mann sem koma að hjálpa okkur. Við gætum ekki annað verið með þessa aðstoð ef það væri ekki til staðar. Þannig getur þú sagt okkur aðeins frá þessum verkefnum sem eru núna í desember? Í desember þá setjum við eiginlega allt annað hold sem við gerum og erum bara að sinna jólunum. Já. Þá þetta náttúrulega að taka við umsóknum hjá fólki. Hjá Hjálparstarfi kirkjunnar gerði það að við hættum með matarpoka árið 2011 og tókum svona innegnarkort. Já. Þannig að fólk þarf að sækja og skila gögnum, tekjur og útgjöld. Þannig að við erum vissulega þeir sem eiga það rétt, hafa það best það að fá aðstoð. Já. Og þannig að fólk kemur þá með umsóknina sínar og þá getur fólk fengið jólaföt. Þeir eru búin að samka okkur allt árið svona sparifötum sem við erum að gefa. Það foreldrar geta fengið svona smá hluti sem er svona fyrir svona 30 daga fyrir jól. Og svo kemur fólk að sækja aðstofana sína og þá eru líka með jólagjafir. Við erum að fá hluti á jólagjöfunum sem eru jólatrjánni í Kringlunni og Smáralund og fólk eru að koma með til okkar og það er bara svona frábært sem gerir Bara til dæmis það ein kona sem er búin að koma núna 3 ár til okkar. Við erum bara einstæmi, þá erum við að safna á netinu meðal vina og að kaupa til dæmis jólagjafir handa strákum af því hún frétti einhvern tíma hvað við hefðum lítið jólagjafir handa strákum. Það svona fleiri sem vilja setja bleika barbidúkku eða eitthvað bleikt undir jólatréð kannski. Og hún bara, að gera þetta bara alveg, við þekkjum hann ekki neitt. Bara eitthvað svona konum til bæ sem tekur þetta upp með sér. Ótrúlega margir sem kom með handprjónaðar, peysur og vettlinga og þannig að allir fá núna þegar koma, þegar Helgi fá jólagjafirnar, þá að fá einhvað handprjón. Þeir fá bók og fá jólapakka. Hverju barni, þannig að þetta svona tekur mánuðin að undirbúa og koma þessu í kring og svona, Þetta er mjög mikilvægt starf sem að vera að vinna hann og það er kannski ekki allir sem að vita af því að það sé svona mikil vinna. Það er einhverju sem veit það en það er kannski ekki allir. Nei, það er alltaf, í rauninni þú getur ekki auglýst hjálparstarf, það er ekki eitthvað sem þú gerir, Það er kannski helst að við erum að reyna
svona hafa kannski eitthvað svona, eins og við séum hjálparstarfskirkjunnar, hluta mínu starfi er svona talsmaður, talsmaður þessi búa við fátækt og kannski koma fram með svona réttar upplýsingar. Það er farið ægilega í taugarnar á okkur svona, þar að fjölmiðlar hafa svona kannski, eins og við segjum, svona fátækra klám, vera að birta myndir af biðröðum, eins og það sé aðalfréttin að í desember, hérna áður fyrir, það var alltaf hringt í mann og spurt sko, hvað voru margir í röðinni núna, hvað er fækkun eða fjölgun, þess að það sé aðalmálið, heldur sko staðan fyrir að spyrja sko, þú veist, hver er ástæðan fyrir því að fólk sé að sækja, hver er grunnurinn, er þetta að breyta einhverju til að fólk þurfi ekki að vera að koma. Og svona, aðeins að breyta svona fjölmiðla umfjöldin líka. Eins og ef maður gæti ekki svara, nei það er engin fjölgun, þá var engin áhugi á einhvern veginn að hafa halda áfram viðtalinu. Já, ég skilji. En þetta hefur breyst. Þetta er bara alltaf þessum aðilum, og þetta er of mikið, hvort sem það er meira eða minna frá því árin áður, það er bara of mikið. Algjörlega, það er alltaf, þú veist, það eru fjölskyldur í landinu sem búa við mjög kröpp kjör. Og ég meina eins og ég segi, það eru þarna fjölskyldur sem að hafa verið nánast allan þann tíma sem ég er búin að vera í hjálparstarfinu og ekki bara hjá okkur, heldur líka verið, þú veist, að fá aðstoð, kannski verið hjá barnaverndar-mál, félagsþjónustunni og vera örgubótum. Þannig að það hefur bara ekkert gerst hjá þessum hóp einstaklinga. Það er vonin að það er allavega gott að það sé þetta starf í gangi, þessi einhverja hjálp að fá fyrir jólin. En í þessu öllu, er það eitthvað að hugsa sjálfa þig? Hvernig eru þín jól? Já. Það er bara, ég bara ákvað það þegar ég byrjaði hjá hjálparstarfinu að þú veist, jólastemningin er svolítið sko tengd vinnunni. Menna, þú veist, að sjálfsögðu eru ótrúlega margir gleðistundir þar sko. En bara þú veist, ég hef aldrei verið svona kannski mikil skreitingar þrifakona og þú erum sammála þar. Þannig að það komist upp einhverja seríur og svo bara kerti og svo verður bara jólatrí og eitthvað pínu skraut sem ég hengi upp á Þorláksmessu. Það er svona gömul hefð bara frá ég var barn að maður setur jólaskraut upp á Þorláksmessu. Það eina sem ég gerir það er laufabrauð, annar bara nota ég bakaríin og kaupi góða mat. Bara góðu matur. Góðu matur og þetta er. En leitar eitthvað inn á við í desember eða er þetta bara svona? Nei, sko kannski, ég veit það ekki, ég passa upp á að ég fari gönguferðir. Ég hef almennt gert það að fara kannski svona eina helgi eitthvað út úr bænum. Svona, þú veist, einhver stað, sjónbústað eða svona jólahlaðborg, þú veist, einhver stað okkur sveitahótelum eða eitthvað. Og það er svona kannski eitthvað sem maður svona sér alltaf fram til að geta svona bústað út. Þannig, nei, það er bara, þú veist, ég er óbúslega jarðsjónatengd manneskja, ég er almennt ekki að leita mikið inn á við, það verður bara að segjast. En ég segi gangi ykkur vel í desember og vonandi, við verðum að fara allir núna og setja til dæmis auka gjöfundu tréð í Smáralind. Já, það er hægt og það er líka að það kom bara til okkar ef fólk vil gefa jólagjafir. Við byrjum á mánudaginn að gefa jólagjafirnar og erum bara fram að jólum. Og þetta komaði bara beint til okkur upp á skrifstofu, þannig að það er bara... Og hvar er skrifstofan? Við erum í sama húsnæði og Grensáskirkja, bara svona undir kirkjunni í rauninni. En okkar aðstæður er svona fyrir jólaúthlutun undir kirkjuskipinu. Þannig að við erum í góðu nágranni við Grensáskirkju. Og hvert er þetta að leita upplýsingum ef einhver vil kynna sér að bæði hvar maður getur fengið aðstoð eða... Bara inn á heimasíðunni okkar. Heimasíðu hjálpar. Það er bara help.is. Það eru bara allar upplýsingar bara okkar aðstoð. Og við náttúrulega, eins og desember er bara örlítið brot af því sem við erum að gera allt árið. En það er alltaf sérstök stemming og það er fólk sem bara kemur í desember, sem kemur aldrei annan tíma ársins. Því það er erfitt að halda jól. Það er þessi krafa sem að sjálfsögðu er fyrir börnin að fá almennilega jólagjafir og ykkur ný föt og borða góðan mat. Það er bara, við viljum það öll. Og þannig þurfum við bara að hjálpa stað þannig að allir geti haldið góð jól. Þetta er fallegt að enda þessu. Við erum að hjálpa stað til þess að allir geti haft góð jól.